Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Þú veist, og þessi tiltekt skipt bara mjög miklu máli. Já. Það ekki seinna vænna. Ekki seinna vænna. Nei. Og maður náttúrulega kaupir sér alls kyns þjónustu. Heyrðu, og svo er maður náttúrulega búin að fatta það að að maður getur alltaf verið að breytast. Það er svo skemmtilegt. Það er best. Það er svo skemmtilegt. Vegna þess að, ég held að sé svo hræðilegt að halda, nú verð ég svona það sem eftir er ævina. Maður getur svo leiður á sjálfum sér. Það er óbærileg hugmyndum að maður verði eins. Já. Alltaf. Og þess vegna er svo gaman að taka til í sjálfum sér og í kringum sig og komast að því, hver verður maður? Þegar maður er búin að fara í gegnum tiltektir. En sem sagt í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ókei. Það gera allt vitlaust. Já. Er þetta... Má sjá. Er þetta ekki bara rosalega fínt? Jú, ég held það. Við getum haft dauðan hérna á milli okkar. Já, það er fullkomið. Já. Og við erum komin af stað. Já, og þú ert búin að stilla skeiðklukku, er það ekki? Jú, ég ætla að vera með það á símanum mínum, skeiðklukku. Já, vertu það. Heldur því þessu rosalega mikilvægt fyrir okkur, Dóra. Við reynum að vera með svona góða tímaverslu og allu. Já, og ég ætla líka að vera á airplane mode, þannig að enginn geti hringt og skemmt. Frábært. Gekja. Skeiðklukka. Heyrðu, í dag ætla ég að bjóða þér hérna, Halldóra, upp á myntuvatn. Það er sem sagt ískalt Gvendarbrunnarvatn, sko besta vatn í veröldinni. Já. Ég var að hugsa þetta í gær. Ég var á veitingarstað og kom að bjóða okkur að drekka og ég sagði, ég ætla að fá besta vatn í heimi. Er það ekki ókeypis? Viltu sódavatn? Ég sagði, nei, ég vil bara íslenskt kranavatn. Af hverju var þessi markaður búin til? Já. Með vatnið. Já, ég veit að... Það var bara einhver bara mjög sniðugur. Og allir útlendingar, þú veist, við höfum fengið kvartanir í Airbnb hjá okkur. Já. Að við höfum ekki tekið það fram að þau mættu drekka vatnið úr krönunum. Já, einmitt. Og að... Mér finnst eiginlega bara ljótt á okkur að vera að selja vatn. Já, það var alveg svona complaints. Já, We have einmitt. to complain that you didn't put it in your, introduction, that we could actually... Nei, þetta væri svo flott að við Íslendingar getum sagt, við eigum besta vatn í heimi og það er ókeypis. Drekkið eins og þið viljið. Já. Hvað myndi skapa sko svona góðan feeling bara? Já. Heyrðu, skál í myntuvatni. Heyrðu, skál í myntuvatni varst að búta til í gærkvöldi? Heyrðu, já, þú veist hvernig þetta er þegar maður kaupir krydd. Það er allt svo mikið og í staðinn fyrir að skemma það, Já. að bara mygli í skápnum. Vá, hvað þetta er gott. Þetta er bara ein nótt. Já, þetta er bara ein nótt. Þá bara fylli ég svona vatnskönnur af köldu vatni og set mynturnar í það. Og inn í ískáp, þá var þetta eitthvað svo ferskt svona. Heyrðu, þetta var algjör snillt. Væri basilíkuvatn gott? Það er líka mjög gott og rósmarínvatn er líka mjög gott. En þá væri kóríandervatn ofsalega vont fyrir þessar sem að finnst vera þvottaefnisbragði. Það er rosalega skrítið þetta með kóríander. Finnst þér þetta ekki fyndið? Jú, á sumum finnst það alveg bara sko viðbjóðslegt. Já, en eftir að einhver sagði mér að það væri á bragði eins og þvottaefni, þá byrja ég að reyna svona að hlusta eftir því. Já. Og ég get alveg fundið þvottaefnis keimin að því, ef ég vil, en ég elska kóríander sko. En Dóra, það er bara því að þú ert svo góð leikkona, þú ert svo flink í að setja þig inn í spor annarra og inn í hugarheim annarra. Já, það er náttúrulega það sem að leikarastarfi gengur út á. Reyndar fannst mér nú ein vinkona okkar orða þetta dálítið vel sem fór í leikhús. Hún sagði, það sem þið leikarar gerið á sviðinu er það að þið klæðið ykkur í tilfinningar. Og þetta er eiginlega dálítið rétt. Við klæðum okkur í tilfinningar, skilurðu? Upplifirðu það? Að þú klæðir í þér? Nei, en sko þetta var hennar upplifun, en ég skil hvað hún við. Að góðir leikarar geta sko klætt sig eða embodýað tilfinningar þannig. Já, embodýað kannski. Já, hvað er gott? Það kemur þá innan. Mér finnst að vakna, þá kemur flíkin innanfrá. Flíkin kemur innanfrá.
flíkin kemur innan úr hjartanu. Góður leikari fæðir flíkur innanfrá. Já, innan úr hjartanu. Inn úr líkama sínu, inn úr hjartanu. Já, nákvæmlega. Tilfinningin líka fæðist úr bara nýranu, sko. Eða, þú veist, ekki bara úr hjartanu. Var ég búin að segja hvað ég upplifði þegar ég fór á, mjög merkt, svona fornleifa safn. Hvar var ég? Krít. Og það var svo mikið af svona einhverjum svona leifum af einhverjum skartgripum og þar voru svo mikið af sko svona tilhognum munum sem voru eins og nýru í laginu en ekki eins og hjarta. Og ég fór að hugsa, nýrun í okkur, þau líkjast meira hjartaforminu sem er orðið svo vinsælt. Bæði nýrun saman. Já, nei, þú veist, já, það er bara, nýrun eru meira eins og hjarta í laginu. Þau eru dregin saman í miðjunni. Þau eru meira eins og þetta hjarta sem er út um allt. Þú veist, I love you, Valentine's hjartað, rauða. Kannski er þetta einhver mistök. Kannski ættum við að segja, elsku nýrað mitt. Já. Ég segi þér af öllu nýra. Af öllu nýra. Mikið þykir mér vænt þig. Veist það, mér þykir svo vænt þig. Það er bara Þetta segi frá nýranu. Já. Bara velkomin á heimili mitt. Já, bara Ég verð bara að segja frá nýranu að það er ekkert sem langar frekar en að fara með ykkur erlendis. Já, vertu nýrnalega velkomin á mitt heimili. Heyrðu, en þú ert með bók. Við ætlum að kíkja í bókaskápinn þinn. Byrja á honum. Jeps. Ég er rosalega spennt og svona líka, þú veist, eigum við að reyna að hafa þetta svolítið svona eins og svona bókmenntaþátt, manstu eins og við vorum aldar upp. Hérna þáttinn Vaka. Geturðu spilað stefið? Mér vantar neðri tóna. Velkomin í bókmennta Vöku. Ég fór sérst í gegnum bókaskápinn minn í gærkvöldi og þetta er pingu flókið af því að það er mjög langt síðan, eins og komið hefur fram, það er mjög langt síðan að ég byrjaði að eima burtu bækur. Ég er bara búin að flytja það oft og átta mig á að það þýðir ekkert að vera með fulla kassa bókum niður í kjallara og svona. Þannig að það er svolítið mikið eftir bækur sem ég held að ég hafi not fyrir. Og hafir áhuga. Já. Þessi bók sem ég kemur núna. Dóra, er hægt að þekkja mannesku með því að skoða í bókaskápinn hennar? Svo er aftur á móti því ég horfa á bókaskápinn minn, þá er ekki viss um að þetta sé það sem ég vil standa fyrir. Þetta er rosa mikið svona... Ok, þið finnst þetta ekki vera kannski svona góð mynd af þér? Nei, það er rosa mikið af bókum eftir vini mína. Já. Af því ég hef ekki aldrei viljað losa mig við bækur frá vinum mínum. En Dóra, þú ert líka mjög tryggur vinur. Já, kannski. Þannig að það er kannski tryggðin sem að heldur þarna nokkrum bókum inni. Já, alveg 2 hillur. Já, 2 hillur af tryggð. 2 hillur af tryggð. Já. Heil hilla af svona ritsöfnum með leikritum. Já, leikritasöfnum. Já, leikritasöfnum. Ertu oft að blaða í þeim á kvöldin? Nei. Nei, og maður minn er búinn að segja það oft. Þarf þetta að vera þarna? Og ég bara, það er bara mjög gott ef einhver er akkurat að vitni í eitthvað Shakespeare. Ég á þá öll leikritin hans, eitthvað svona. En ég horfa á þetta núna. Ég fann að horfa aðeins öðruvísi á bókaskápinn, sko, núna. Svo er mikið af svona sjálfshjálpar bókum og svoleiðis. Já. Sem ég hef sumar lesið. Og sumar ekki. Einmitt. Og ertu með ein af þeim sem þú hefur lesið eða ein af þeim sem þú hefur ekki lesið? Nei, en núna er ég með bók sem ég geymdi af því mér langaði að börnin mín myndi lesa hana. Ok. Og það þetta er svona forræðishyggjugeymsla. Já, og ég meira þess að tók hana með til útlanda einhvern tíðan af því að það hefur verið svona þegar þú voru lítil, ég var alltaf með bók með mér og það var alltaf kvöldlestur, það var svona okkar moment í útlandum að ég lesa fyrir þau og í heimsreisunni þá las ég allan Harry Potter fyrir þau og þú veist, þetta var alveg bara
að lesa fyrir þau og finna bók sem þau geta bæði hlusta á af því að það er 3 ára á milli þeirra. Það er rosa mikið sumarfríð okkar alltaf. En nú eru þau orðin eldri og eiga bæði síma, þannig að það er erfiðara að ná þeim til þess að hlusta. En þessa bók tók ég einu sinni með og þau nenntu ekki að hlusta. Ok, en þú ert samt að geyma hana í þeirri veiku von að þið muni einhvern tíma að lesa hana. Ætlar þú að verða svona gamalmenni, Dóra, sem að pakkar inn bókum úr bókaskápnum og gefur fólki í jólagjöf? Ég vil að þú lesir þessa bók. Ég var nú ekkert að eyða í gjafir þessi jólin, heldur pakkaði ég hér saman öllu safni Shakespeares, vina mín, og færi þér það nú á silfurfati. Já, því að ég var að hugsa, hvað er það sem að þig vantar? Og hvað ættið þú að lesa? Já, einmitt. Ég ætla að verða svoleiðis. En þá var ég náttúrulega búin að gera svo mörg podcast að það verður engin bók eftir hugsanlega. Ég veit það. Af því að nema náttúrulega þessar bækur sem að ég á ekki að henda. Þú veist, af því að við spyrjum okkur, á ég að henda henni? Nákvæmlega. Og nú spyrjum okkur, á ég að henda bókinni Glæpur við fæðingu eftir Trevor Noah. Hefur lesað hana? Nei. Segðu mér frá henni. Þetta er alveg frábær bók og og þetta er eina af þessum bókum svona eins og Ilmurinn og þessar bækur sem þú byrjar að þú klárar hana bara þú byrjar. Má ég handfjalla hana? Ég er nefnilega svona snertipervert, sko. Já, með bækur. Já, mér er gott að snerta þær og líka finna lyktina þeim. Sko, núna þegar ég er í flettinni, þá finn ég heimilislyktina heima frá þér. Já, það? Já. Og þetta er svona, já, þetta er Angústúra sem gefur út þessa bók og alltaf dálítið fallegar þessar bækur. Gott að koma við þar, já, allavega, segðu mér hana. Já, hún er svo mjúk. Hún er, sko, þú veist Trevor Noah sem er þarna með sjónvarpsþættina og er bara alveg superstjarna með svona talkshow í Bandaríkjunum. Hann er frá Suður-Afríku og hann hann sem sagt rekur æsku sína þarna og hann á sem sagt svarta mömmu en leynilegan hvítan pappa og hann er algjört átkast af því að hann er ekki hreinn stofn, sko. Og þessi bók hún bara leiddi mig inn í veruleika sem ég hafði aldrei haft neinn aðgang að eða neina vitneskju nema bara Nelson Mandela, apartheid, sannleiksnefndin. Þú veist, maður hefur auðvitað, og þegar við erum ungar, þá er alltaf gerast í Suður-Afríku. En þetta var svona innralífið í Suður-Afríku og barátta drengs sem maður hefði haldið að hann væri kannski á einhvern hátt forréttindamaður af því að pappans var frá Sviss. Ég skil. En hann var bara eins og hann væri skítug manneskja. Það er náttúrulega ekkert stórkostlegra heldur en bækur sem að geta sko algjörlega einhvern veginn flutt mann bara hnöttinn. Já. Og maður kemst einhvern veginn inn í annan menningarheim, inn í einhvern veginn alveg aðra veröld og þú veist, ferðast. Já, ferðast með bókinni, sko. Og ég læriði svo mikið á henni og það voru svo margar og ég grét svo mikið því ég lesa, þú veist, hún er bara rosalega vel skrifuð fyrir fólk sem vantar einhvers konar innsýn í heim sem að, þú veist, sem að þegar maður er heimóttalegur og heimskur hefur ekki kynnt sér. Þú segist að grátið mikið, varstu þá, upplifðir þú svona mikla meðlíðan með Já, aðstæðum fólks, ég fór inn í eitthvað bara... Þetta er sjálfsævisaga? Já, þetta er sjálfsævisaga, alveg. Og það er samt rosa mikill húmor í henni og þetta þegar heimur er óskiljanlegur, það er svo mikill óskiljanleiki í henni, þú veist, og það eru bara mannanna kerfi og allt þetta. Ég meina, hatur og mismunun er náttúrulega óskiljanleg. Og þú veist, og það held ég að allar manneskjur, sko, ég held að við fæðumst öll með svona ás inn í okkur, við veitum alveg hvað er rétt og rangt, en þegar eitthvað sem augljóslega er rangt og því er haldið fram að það sé í lagi eða það sé rétt, þá líður engum vel. Nei. Það líður engum vel. Og svo ég ætla að lesa hérna aftan á hana líka, þú veist, hún sé hérna, ef móðir mín hefði átt eitt markmið í lífinu, þá var það að frelsa huga minn. Mamma talaði við mig eins og fullorðinn einstakling sem var óvenjulegt. Í Suður-Afríku leika krakka sér við krakka og fullorðnir tala við fullorðna. Fullorðna fólkið hefur eftirlit með börnum en það fer ekki niður á stig barnsins og talar við það. Mamma gerði það, stöðugt.
Ég var eins og besti vinur hennar sem að segi ég sem einstæð móðir, af því mamma var einstæð móðir. Þú veist, það svolítið flókið þetta að vera einstæð móðir og búa bara ein með barni og maður trúir barninu oft fyrir of miklu og þú ferð að eiga samtöl við barnið sem að, þú veist, eins og maður stingi sko 220 voltum í sambandi við barnið en þá bara ræður bara við 15 volt sko. Já, þú veist, þetta bara hvað segir barninu mikið, allavega, já. Má ég koma með smá sögu? Ég og nefnilega eina vinkonu sem að fyrir 20-30 árum síðan var einmitt einstæð móðir með ungan dreng, son sinn. Og hún þau eru bara stödd hjá, þau eru heimilislækni og heimilislæknirinn segir heyrðu, být þú frammi, litli minn, og vildi fá að ræða eins við mömmuna. Og hann segir við þessa vinkonu mína, heyrðu, hann ekki með sér herbyggi? Jú, en hann gisti nú bara oft upp í og svona, og af hverju? Já, bara, við erum bara 2 í heimili og svona. Já, en er ekki bara eðlilegt að hann sofi bara í sínu rúmi? Já, bara svo kósí að við erum bara 2. Já, en ég myndi nú kannski mæla með því að þú létir hann bara sofa í sínu herbergi. Já, hvar situr hann í bílnum þegar þau eru að keyra? Ég leyfi honum oft að vera frammi. Af hverju hann frammi? Bara, við erum bara 2 í bílnum. Já, hann barn, sko, hann var mjög ungur, sko, hann á að vera aftur í. Börn eiga að sitja aftur í. Hver ákveður hvað í kvöldmatinn? Já, við ákveðum það nú yfirleitt svona bara saman. Af hverju? Nú bara því að við erum bara 2. Já, en sko, þú átt að ákveða það. Þú átt ekkert að láta hann sjá þessar ákvarðanir. Og hún einhvern veginn kom út frá lækninu, dálítið reið, fannst þetta svo mikil afskiptasemi. En svo sá hún sko að lækninu var raunverulega bara að benda og það ætti að vera svona eðlilegt bil á milli þess að vera móðir og sonur. Skilurðu, hún ætti að gefa honum rými til að vera barn og ætti ekki að vera að leggja neina ábyrgð á hann með það að vera einhvers konar félagsskapur eða sá aðili sem að vera að taka ákvarðanir með fullorðinni mannesku yfirleitt. Og þannig að sko hún kom út reið en svo sá hún að það voru svona hlutir í þessu sem læknirinn sagði og þetta voru reyndar kvenkynslæknir sem að sko var alveg svona food for thought, skilurðu. Að þú ert að tala þetta þegar maður gerir börn af of nánum vinum sínum, ég hef alveg gerst sek þetta sko, að íþyngja börnunum mínum með einhverju private city og þetta bara ekki alveg í lagi sko. Nei, og það gerist inn á heimili þar sem maður einstætt foreldri. Það bara, manni liggur eitthvað á hjarta og Já, og ef maður ekki alveg í jafnvægi. Þá gerist það líka. Og byrjar maður að segja frá hlutum og jafnvel að segja frá draumum, mig dreymir eitthvað sem barn á ekki að halda á af því að fyrir barni þá draumurinn bara af hverju hann ekki búinn að gerast. Já, nákvæmlega. Barn skilur ekki sko, kannski ættu við að fara saman til útlanda. Barn skilur ekki svona. Nei, því að tíminn svo erfið. Já, þá bara, bíddu. Ef það ekki á morgun, þá það aldrei. Hvenær á það að gerast? Nei, ég segi bara kannski, það væri gaman þú veist. Ég man eftir svona, mamma gerði þetta stundum að hún sagði þegar hún kom frá útlanda þá var hún reyndar alltaf að segja mér frá því hvað hún hefði átt að kaupa handa mér, sem hún sá. Þannig að hún var alltaf að segja mér frá einhverju sem hún sá, sem hún keypti ekki. Já, ok. Og svo sagði hún, ég vildi að hefði tekið með okkur og þá var ég bara, af hverju tóku þau ekki? Af hverju bara tókstu mig þá ekki með þau? Já. En í þessu þetta bara væntumþykja. En barnið getur tekið þessu algjörlega öfugt. Nei, það skilur ekki, það ekki með tíman inn í sér, það ekki einhvern veginn. Nei, og það skilur ekki væntumþykjunu sem felst í það að segja. Og það hefði verið svo gaman að hafa þig með. Að það náttúrulega bara verið að lýsa yfir ást og söknuði. En barnið tekur það bara fyrst þér langaði svona mikið að hafa mig með, af hverju var ég þá ekki með? Nei, maður bara skilur ekki. Nei, ég veit það. Það eru tvöföld, sko. Vá, þetta náttúrulega svo ógeðslega erfitt að vera foreldri. Maður alltaf að stíga í alla drullupollana. En annað sem mér dettur í hugna, það líka þegar ég verið að ferðast með foreldrum mínum, því þau hafa tekið mig með sér. Og ég veit ekkert hvert ég að fara.
Því þau Já, þegar þú varst lítil. Já. Því þau stjórna því hvert maður er að labba. Þau eru með kortið, þau eru með yfirsýnina, þau hafa ákveðið planið. Já. Þetta er sko mesta angi sem ég hef upplifað. Að vita ekki, bara að hreyfa fæturnar. Þetta er bara svo að lyfta fótunum upp og niður. Já, og veit ekki hvert þú ert að fara. Nei, og og þetta er eins og þú fyrir með börn á fjöll, sko. Allavega svumbörn, börn eins og ég. Já. Þú verður að sýna þeim hvaða leið þú ert að fara að ganga og hvar það endar. Því annars finnst mér bara að vera að lyfta fótunum upp í loftið, sko. Já, ég skil þig. Upp með hér niður minni, Já. upp með hér niður minni. Einmitt. Og til hvers og bara, Já, við ætlum að ganga á þetta fjall. Hvernig á barni að finnast það spennandi? Já, nema að sé þá búin til lifandi leikur á leiðinni eitthvað svona, þú veist. Einmitt. Já, ég reyndar ég er sek margt, Halldóra. Já. Ég er ekki sek það að hafa reynd að draga börnin mín mikið á fjöll. Nei, ég hef svo sem heldur ekki gert það. Nei. En ég upplifði þetta þegar ég er bara í mörgu svona ólíku samhengi, eða þú ert að fara með fólk í einhvers konar ferðalag, sem getur bara verið að æfa leiksýningu eða hvað sem það er. Bara, þú veist, að fólk hafi einhvern svona hugmyndum það hvar við viljum lenda, eða að segja bara hreinlega, við vitum ekkert hvar við viljum lenda. Einmitt. En þá þarf líka fólk að vera tilbúið í það ferðalag, sem er bara ævintýraferðalag og svona getur verið náttúrulega búið til mikið andrými og frelsi fyrir þá sem þola að vera í frelsinu. En ég fór líka einu sinni til læknis með Steineyju og þá er ég 20 og kannski 30 ára og hún er 2 ára. Nei, hún er orðin 30 ára því hún er farin að tala og ég er aðeins eldri. Og hann segir það eina, og hún er með svona rosalega magapínu sem að var kvíði. Sennilega var ég bara ekki búin að segja nógu mikið. En hann sagði við mig, það sem þetta barn er bara LCA. Ég bara, ha? LCA. Love, care and attention. Og þetta hann sagði það svo harkalega við mig að ég fór svona algjörlega á hliðina. Og kannski var þetta bara alveg rétt hjá honum, sko. Að það sem hann vantaði var bara að ég væri meira til staðar, meira hlý. Þú veist, ég var byrjuð í leiklistaskólanum þetta, ég var náttúrulega bara á algjöru spóli að vera einstæðmóðir og vera að halda utan heimili og allt þetta. En ég gleymi aldrei þetta, að þegar hann sagði þetta minnti mig svo djúpt, sko. Já, einmitt. Og ég gat aldrei svarað fyrir mig, mér langar svo að svara fyrir mig. En auðvitað samt plantaði hann fræi. Ég fór að hugsa það. Já, einmitt. Já, og kannski þurftu börn eitthvað annað en bara svefn, reglu, utanumhald, þú veist, fara til og frá skóla, pössun, skilurðu, kannski væri aðalatriðin ást, umhyggja, hlýja. Já, og athygli. Og athygli. Já. En þú varst rosalega duglega að leika við Steinu. Ég man eftir því þú varst svo ung mamma, þú varst náttúrulega bara, hvað varstu? 21. Já. Að mér fannst þú alveg, sko, ég dáðist að þér hvað þú varst duglega að leika við hana. Ég var aldrei svona duglega einhvern veginn að leika við börnum. Þú kannski svona farið í leiki við þau. Þú meina svona Playmo og svona? Já. Já, ég mjög stakka maður. Já, þú veist, ég var kannski meiri að reyna að búa til einhver svona verkefni, þannig að þau hefðu eitthvað fyrir stafni. Já, þú varst rosa duglega að föndra. Já, en þú veist svona að detta inn í leiki, það gat ég ekki á svona eitthvað með dúkkur. Hérna ég ætla að leika þennan og þú leikur þennan. Ég gat það ekki. Já, nei, ég gat það. En ég var líka að passa því ég var ung og þá var ég bara að leika við börnin. Já, ég held að ég hef ekki verið góð barnfóstra. Allt það. Já, ok. Heyrðu, sem sagt, við erum að lesa aftan á bókina Stríð á sérna. Já, og hann segir hérna, það stoppu, ég var eins og besti vinur hennar. Aha. Það er eitthvað, ég hef alltaf spurningamerki við þetta þegar börn eru bestu vinir foreldra sinna. En það er rosa fallegt og ég ætla ekki að vera með neitt dóm það. Nei. En það er marglaga. Það er marglaga, já. Og svo heldur hún var alltaf að segja mér sögur, kenna mér eitthvað, sérstaklega biblíuteksta. Hún var mikið fyrir sálmana. Ég þurfti að lesa sálmana á hverjum degi. Hún lagði svo fyrir mig spurningar. Hvað þýðir þessi kafli? Hvaða þýðingu hefur hann fyrir þér? Hvernig getur þú notað hann í lífinu? Þannig var það á hverjum degi. Mamma gerði það sem skólinn gerði ekki. Hún kenndi mér að hugsa. Þetta er svolítið flott. Þetta er mjög flott og sko ég held að þetta, að kenna fólki að hugsa, hafi dálítið gleymst í skólum.
Hefur skóli einhvern tímann kennt fólki að hlusta? Að hugsa. Hvaða skóli Sko, hefur gert það? það náttúrulega það sem mikilvægast Heldur þú að læra að hugsa. Já, en heldur þú að foreldrar okkar þegar þau voru í skóla, þá hafi þau verið spurð margra spurninga? Sko, ég man bara eftir því að pabbi sagði mér frá kennurum sínum sem að kendu honum trúarfræði eða kristinfræði, að það svolítið lýsing eins og þú ert að segja þarna. Það sem að kristinfræðin voru sett fram sem dæmisögur, það sem að börnin voru látin vega og meta hvað sagan fjallaði og hvernig hvort þú ættu einhverja hliðstöðu í lífi þeirra, þar sem þau getur sett sig í slík spor og jafnvel, þú veist, hvaða lærdóm má draga að þessari sögu. Og þú veist, ég var nú ekki sérstaklega hrifin að því að, sko, það er náttúrulega ekki hægt að kenna kristinfræðiskólum, það eru kennd trúarbragðafræði í skólum, en ég held að sé mjög mikilvægt að krakkar vinni með textar sem eru svona dæmisögutextar, alveg saman hvaðan þeir koma. Skilur, þeir getur verið eftir heimspeking eða úr hinum ýmsu trúarbrögðum eða hvað ég var að segja, svona lífsspekiritum, af því þetta eru bara svona siðferðislegar vangaveltur og ég held að tengja krakka við þetta rétt og rangt inn í sér og í gegnum sögur sé bara af hinu góða, sko. Já, ég held það líka og mér fannst alltaf mjög gaman í biblíusögum. En ég meina, þú áttir svona foreldra sem töluðu við þig, ég átti foreldra sem töluðu við mig og maður var látin standa fyrir máli sínu. Já. Var það ekki? Varst aldrei spurð álits? Nei, ég man ekki til þess. Nei. En ég sat við matarborð með þrír eldri bræður, mamma og pabbi og það var alltaf rosa miklar umræður. Það var rosa lifandi og borðhaldi kvöldmaturinn sem var sko skemmtilegasta stund dagsins og hættulegasta stund dagsins. Já, ok. Af því það gat bæði verið alveg rosalega gaman en gat líka orðið mjög erfitt. Já, bara átök í umræðum og svona. Já. Þannig að borðhaldi var svona, það var svona spenna að setjast til borðs. Tilhlökkun, en þú veist aldrei hvert það færi. Já, sko, við vorum náttúrulega bara 3 í heimili, ég, pappa og mamma og þau eins og á þínu heimili, það var mjög mikið rætt svona bara allt milli himins og jarðar og ég fékk að náttúrulega bara sitja til borðs og ég fékk að spyrja spurninga og það var útskýrt fyrir mér það sem ég skildi ekki og svo framvegis og svo var gjarnan þessi spurning, hvernig skilur þú þetta, Steina? Já. Þannig að ég var dregin inn, og svo var mér hrósað óskaplega ef ég hefði skilið eitthvað og líka sko gert töluvert grín að því ef ég skildi alls ekki. Þannig að þetta var dálítið kannski svolítið flókið. Maður fékk annarkvort ofsalega góð verðlaun eða maður var aðhlátursefni. Já, einmitt. Já, og hvort tveggja dálítið flókin vegur að stika, sko. Já. En segðu mér meira af þessari bók. Hvað lærðurðu hvað svona situr í þér eða hvað svona tókstu með þér lífshlaup þessara sögupersónu? Þessarar persónu. Já, það er náttúrulega bæði það að sjá hann í þessum sjónvarpsþáttum í Bandaríkjunum og hvaða leið hann hefur gengið. Já. Ég verð að viðurkenna að ég þekki manninn ekki, sko. Nei. En fyrir þá sem að hlusta, þú veist, hver þetta? Trevor Noah, hann er sem sagt með svona talkshow í Bandaríkjunum. Já, ok. Og svona morgunþætti. Jú, nú veit ég hver þetta er. Já, og það sem ég sitt eftir hann gaf mér heilan heim í þessari bók. Ég fekk bara innsýn í Suður-Afríku fyrir apartheid eða meðan apartheid var í gangi og þó að ég hafi vitað alls kyns þá vissi ég samt ekki neitt. Þannig að, já, hvað tek ég út úr þessari bók? Bara ofboðslega stóra gjöf að vita eitthvað meira um heiminn. Vita eitthvað meira um heiminn. Já.
Ég ætla að velja heilræði fyrir þig, áður en þú ákveður hvað þú gerir við þessa bók. Þá ætla ég að velja hérna heilræði fyrir þig með því að ýta hér á einn stað. Já, þetta síðdagi var ég að kenna stráknum að gera þetta. Þú fari ekki meira. Ok, heyrðu, á ég ákveða strax hvort að ég ætla að eiga að henda eða eiga að gera það á eftir? Sko, ég held, sko, þið langar að börnin þín lesa þessa bók. Þetta svona bók sem ég á mjög erfitt með að, ég vil Heyrðu, ég er með hugmynd að þú bjóðir öllum börnunum þínum til þín á mánudagskvöldum í mat og þú lesir hana fyrir þig. Guð, það get ég aldrei staðið við. Af hverju? Af því að ég veit aldrei hvað ég er að fara að gera á mánudagskvöldum. Já, ég skil þig. Þú veist, þetta væri svona loforð sem ég get bara svikið. En laugardagshádegi grjónagrautur. Það er líka loforð sem Ég veit það. Já, það sem ég geti frekar gert er að ég geti lesið hana, kannski er hún til, ég geti lesið hana fyrir börnin mín að hlusta. Já, inn sem hljóðbók. Inn sem hljóðbók eða eitthvað. Já, bara fyrir þig. Já. Kannski er hún til á hljóðbók. Og þú getur gefið þeim fælinn og sagt, þið getur hlustað á þetta þegar ég er dáin. Já. Glæpur við fæðingu eftir Trevor Noah gefið út af Angastúru, mæli með og ég ætla að spyrja pendúlinn hvort ég eiga eða henda það er alveg að hreina og ég vil eiga hana. Já. Já. Þannig að ég ætla ekki að nota pendúlinn. Jú, ég ætla samt að segja. Hvernig segirðu já? Takk. Hvernig segirðu nei? Takk. Sko, fyrir þá sem ekki sjá, þá er Dóra sem sagt með pendúl sem er í litum allra sjakkrana. Á ég að eiga hana? Og nú spyr hún pendúlinn og hann snýst rangsælis. Nei. Pendúlinn segir nei, Dóra. Já. Sko, pendúlinn vill hlífa börnunum við því að þú lesir þessa bókinu hljóðbók og gefir þeim það. Já. Pendúlinn vill hlífa þér við að geyma hana áfram, en þú veist að þú getur sett hana þarna í litla bókasafnið við Vesturbæjarlaugina. Já, ég fer með hana þangað. Ég set hana í bókakassan fyrir Vesturbæjarlaugina. Veistu það, að því að við syndum nú í Vesturbæjarlauginu hverjum degi, það heyrist stundum ágætt í spækur þarna. Já, í kassanum? Já. Og það er dálítið gaman að vita ekki hvaðan þær eru. Nú reyndar mun allir vita hvaðan þessi bók er. Já, þegar hún birtist. Þegar hún birtist þar. En... Ok, en ég mæli með sá sem tekur hana úr kassanum að setja hana þanga svo aftur. Já, ég myndi, sko, skrifaðu nafnið þitt hérna inn á hana. Já, ég ætla að merkja hana. Já, og svo stingi upp á því að sá sem tekur hana, lesa hana, setji svo sitt nafn inn í hana. Og skilja henni aftur á sama stað og þá verður til svona svolítið skrá það hver lesana þegar að þú ert búin að gefa hana og afhenda hana. Gerum það. Þetta er skemmtilegu leikur sko, sem við getum aldrei vita hvort það gengur upp. Nei, en þessi eina bók, Dóra, hún skapar ekkert rosalega mikið pláss heima hjá þér. Nei, það er... Ég meina... Þetta eru alveg tveir svona bókarekkar sem ég er að fara í gegnum. Svo náttúrulega leikritin eru geymd annar staðar. Já, einmitt. Og dagbækur, það eru líka bækur. Vá, við skulum einhvern tímann lesa upp úr gömlum bréfum hvort til annarar. Það væri náttúrulega það getur verið ótrúlega skemmtilegt. Ég vil bara hafa á hreinu að ég vil hlutastarf og ég sá inn á Alfreð að það er auglýst eftir hjúkrunarfræðingi í hlutastarf. Já, betur hvað en þú ert ekki hjúkrunarfræðingur, Dóra? Nei, en mér líður samt eins og ég sé hjúkrunarfræðingur og ef ég bara vinna að hluta þá, eða þú veist. Ertu að hluta hjúkrunarfræðingur? Já, er ekki hérna... Ég er ekki viss um að einhver, já ég meina, þú veist, allavega... Ég geti sagt, mér líður eins og hjúkrunarfræðingi, gæti ég fengið þannig starfa að hluta? Nei, sko, inn hjá Alfreð, þú fengir aldrei, sko, Alfreð, þar sem að þetta hjúkrunarfræðing starfar auglýst, það myndi enginn ráða þig sem hjúkrunarfræðingur að þú ert ekki hjúkrunarfræðingur. Hins vegar, ef þú fer inn á Giggó, þá getur þú auglýst að þú sért svona að hluta til hjúkrunarfræðingur. Já, eða bara, mér líður eins og hjúkrunarfræðingi. Já, vill einhver ráða mig sem hjúkrunarfræðingur? Já, ég get komið og
og sinnt hjúkrunarstörfum Að að hluta. Já, ok. En ég meina, inn á Alfreð finnur þú jobbin, Já. en ef þú ert að leita að einhverju svona, vilt svona auglýsa þig sem eitthvað, í svona eitthvað verktakadjobb, Já. þú veist, hjúkrunarfræðingar hluta, þá fyrir það að Giggo. Já, ok. Ég er trúður, ég er leikona, en ég er líka hjúkrunarfræðingur að hluta. Þú skrifaði svo stórkostleg bréf, Dóra. Já, segðu mér. Nei, bara það voru svona nákvæmar lýsingar, ekki af staðháttum og kannski ekki af því sem fyrir bar heldur svona hvernig þú varst að reyna að skipuleggja alls konar djamm. Ertu þá að meina bréfin sem ég sendi þér frá Berlín? Eða er þetta bréfin þegar ég var í Danmörku 15 ára? Nei, Berlín. Berlín, þegar ég er 18. Já. Einmitt, þá var þetta eiginlega bara svona, þá kom svona bara djamm yfirlit. Já, fór þarna, drakk 3 bjóra. Já, eða einmitt, eitthvað. hitti þennan reykti síkó, skilurðu. Já. Og þetta, og ég man að mér fannst rosalega bara, þetta varu þær upplýsingar sem ég vildi vita. Ég hafði nákvæmlega engan áhuga á borginni. Ég hafði bara áhuga á því hvað, þú veist, þetta var bara svona það sem við vorum að pæli. Voru þetta sætir strákar, hvað var þetta djamma mikið og bara, mér fannst bara svo gott að sjá að þú varst bara alveg bara með þetta. Þetta er mjög fyndið að því ég sé líka í gömlum dagbókum, þá er ég alltaf bara eins og ég sé vísindamaður að skrásetja hvað ég borða, hvert ég fer, hvort ég tók strætó eða ekki. Það er engin sköpunarkraftur. Það er aldrei svona, ég fer aldrei inn í einhver svona póesíu eða að því maður er með einhver svona hugmyndum að dagbækur séu svona eins og gluggi inn í... Sálina? Já. Já, en það er bara svona lestarmiði, drakk 3 bjóra, kisti strák, keypti síkópakka, hrækti á dóna. Já, það var alveg þannig. Já, einmitt. Ég reyndi við hann talaði ekki við mig, ég elti hann yfir á næsta bar, reyndi aftur að tala við hann, en þá fór hann að tala við stelpu sem ég held að komi frá Austurríki eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað bara svona eins og svona matter of fact, eins og svona Ég var eitthvað að spá í þetta fyrir nokkrum árum að því ég fór að skoða gamla dagbækur. Þetta eru bara eins og uppskriftabækur. Já. Og rosa mikið listum sem ég skrifaði líka. Einmitt. Í hvað ég eyddi og eitthvað svona. Alltaf þegar ég hef gert lista við það sem ég þarf að gera, þá hef ég týnt þeim. Það er bara ef ég vil ekki koma einhverju í framkvæmd, þá ger ég listi yfir það og týna honum. Og það gerist bara strax, sko. Vá. Það er bara eins og heimurinn vilji ekki að ég geri lista. Ég aftur á móti keypti mér sko krítartöflu í eldhúsi, hafði hana svona mjög lágt niðri þannig að það væri eins og hún væri fyrir börnin, en það var til þess að ég gæti eldað, þú veist, nokkrar tegundir á sama tíma. Já, ég skil. Ef ég var að fá gesti, þú veist, kartöflur, fiskur, salat, sósan, eitthvað svona, svo skrifaði ég mínúturnar fyrir framan hvað allt tæki langan tíma. Nei, þetta er pingu eins og ég sé skrítin, sko. Þess vegna er ég svo góð í að elda súpur og... Ekki pingu, þetta er bara mjög skrítið, sko. Þess vegna er ég góð í að elda sko kássur og súpur af því það er bara einn réttur. En ef ég á að ráða við, hvenær ég á að setja stað kartöflurnar... Það er einmitt mjög skapandi að búa til kássur. Já. Af því það er efnafræði og þetta er svona alkemista, þetta er svona... Hvað ég var að segja? Já, þetta er svona hálfgerð gullgerðarlist, sko. En ég ræð ekki við, sko, matarboð það sem er mikið, nema að vera búin að skrifa niður allt sem á að vera og hvað tekur langan tíma og setja það í rétta röð. Ég hef ekki svona, þetta er sko, manninu mínum finnst þetta fáránlegt. Því hann er náttúrulega bara, hann er svona bara flæðir í einhverju, sko. Já, ég er náttúrulega þekki engan eins og mannið þinn, hann getur sko búið til góðan mat úr sko Ritz-keksi og aspas. Já, hann er bara... Já, og það er allt í henni bara verður einhverju geðveikt góðu, sko. Og það er fullkomlega árennslulaust fyrir hann, sem er svo mikil andstæða við mig í eldhúsinu. Ég þarf að hafa svo mikið fyrir því, en ef ég er búin að ákveða og veit hvað á að vera, en þá, ég þarf samt að skrifa niður og skipuleggja og svona, þú veist. Ég held að þetta sé svolítið, sko, ég held að þú sért þarna að reyna að hafa meiri stjórn, heldur en til dæmis maðurinn, hann leyfir bara hráefninu að ráða. Hann vinnur bara með það sem hann hefur og meðan þú horfir inn í ísköpun og þér dettur ekkert í hug. Nei, hann segir það er yndislegt að fara á markað í útlöndum
og sjá grænmetið. Og ég bara, bara sjá grænmetið og bara þú veist, hvað til á markaðnum í dag? Ég bara, hvað til á markaðnum? Þetta skil ég. Það sko fátt sem ég skemmtilega heldur en að vera á matamörkuðum og sjá alvöru matvæli. Skilurðu, þú veist, bara einhvern veginn beint frá bónda. Þú veist, mér finnst það, og ég, einmitt, þá finnst mér ég verið í svona einhverju algjöru paradís og ég svo vá hvað verið gaman að elda eitthvað úr þessu og gera eitthvað úr þessu og það verður engin svona heilsteypt hugmynd en ég fyrir í svona algjöran flæðispunna með þetta, sko. Já, ég bara, þarna gerist ekkert innra með mér nema hugsanlega kæmi svona kvíði. Það sé bara, þegar hann segir, sjá þennan aspas, ég bara, hvað? Þarf ég að fara að googla aspas eða hvað? Þú veist, ég fæ ekki einu sinni hugmynd. Nei, en krafið í hjá honum að þér finnist eitthvað þó þú segir þetta? Alls ekki. Nei, þannig að kannski þarfst ekkert að vera kvíðin. Nei, ég kannski... Kannski getur þú sagt bara, já, ég sé þennan aspas. Já, einmitt bara, og bara, já, aspas. Já, einmitt. Eða, auðvitað sé ég þennan aspas. Já, en finnst ekki fyndið nú er ég komið garnagul. Jú, ertu hann svöng? Já, ég nú er í svöng. Veistu það, en... Ég náttúrulega svo mikil matmanneskja, það kannski þess vegna sem ég finnst erfitt að elda, af því að ég á ofsalega erfitt með að bíða með ferðalagið frá hugmyndinni að máltíðin sé tilbúin. Já, heyrðu, en ég ætla að skála við því hérna í þessu mynduvatni. Hvernig finnst þér þetta? Mér finnst þetta rosalega gott, mæli með. Það svo einfalt. Já, kryddjurtir sem allt þetta bragðbætta vatn sem við erum að kaupa, við vitum ekkert hvað erum að drekka. Þegar við erum að kaupa sódavatn sem bragðbætt með hinu og þessu, appelsínu, sítrónubragði, límónubragði, eitthvað. Þarna erum við bara að drekka eiginleika myndunar. En svo hugsa ég líka, því að maður kaupir oft einhverja svona kryddjurtir í mat, þegar maður búinn að googla einhverja uppskrift, eða maðurinn þinn segir þér að kaupa eitthvað. Og þú veist að ef þú notar það ekki alltaf mun að skemmast inn í ískáp. Þá er maður að setja það í svona vatnsflösku. Maður getur sett það í svona vatnsflösku, maður getur líka bara klifta niður og setta í klakabox með vatni. Og þá áttu bara alltaf ferskt krydd, bara klaka með fersku rósmarín í. Já, vá. Gerurðu þetta? Já. Vá, en sniðugt. Fyndist þér ekki að einhver ætti að sponsa hana þátt svona eitthvað sem þetta mat? Eitthvað klakapókafyrirtæki. Já, eitthvað klakapóka? Jú, það verður bara mitt fyrsta verk núna þegar þessari upptöku lýkur að hringja í klakapókafyrirtæki og segja ég er manneskjan sem get gert þessa klakapóka vinsæla. Klakapókar. Klakapókar til að geyma... Klakapókar til í öllum stærðum klakapókabúðin. Já. Heyrðu, er þetta ekki bara komið... Veistu það, þetta má ekki vera mikið lengra. Fólk nennir ekki að hlusta á löng podcast. Nips. Skilurðu? Jep. Og ég finna að ég er alveg að verða mjög leiðileg núna. Já, og nú erum við bara að teygja lopan. Algjörlega. Ég bara þakka þeim sem hlýddu. Já, ætlar að lesa þessa bók sjálf? Heldur þú að þú lesir hana? Nei, Dóra, ég ætla ekki að lesa hana. Nei, þú ætlar ekki að lesa hana. Nei, en ég er samt... Ég er ekkert frábitin henni, en ég er bara ekki í skáldsögu eða ævisögu feeling þessa dagana, sko. Nei, ok. En þessi bók fer í kassan fyrir utan Vesturbæjar? En þetta er augljóslega bara bók samt sem að maður ætti að lesa. Og náttúrulega aðskilnaðarhyggja hefur náttúrulega bara, er líka bara mjög, þú veist, í algleymi núna þessar mundir, sko. Það er alltaf verið að reyna að búa til aðskilnað á milli og hópa, hvort sem er vegna kynþátta, trúarbragða, kynja eða hvaða nú er, sko. Og það er náttúrulega sem er hræðilegt vegna þess að þegar það verið að búa til svona mikinn aðskilnað á milli hópa þá er alltaf lengur og lengri í það að við mannkyni getum staðið saman og síðan við erum raunverulega bara öll eitt og við erum öll eins og við höfum bara rosalega í grunninn sömu þarfir og sömu þrár og langanir. Algjörlega. Við viljum bara geta búið einhvers staðar. Það fann ég eins og því ég fór inn í Amazon-skóginn og bara hitti fólki sem átti heima djúpt inn í Amazon. Þau voru nákvæmlega eins og við. Einmitt. En segjum frá því seinna. Ef það kemur einhvern tímann, ef það kemur moment. En þá segjum við, takk fyrir samveru. Akkur erum við að tala bara eins og við séum svona blæstara máli. Hvern þú bara?
Já, fyrir okkar hönd. Já, fyrir hönd mín og Steinu, þá þakka ég fyrir samveruna. Takk fyrir samveruna, Dóra. Já. Mér finnst þú skemmtileg. Heyrðu, bara spegill.